Sjötti og síðasti liðurinn á dagskrá okkar í dag stefnu umræða verkefni stjórnsýslunefndar, starfsáætlun hennar og það bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í 3. grein í samþykktum stjórnsýslunefnd segir að verkefni hennar séu í fyrsta lagi að samræma reglur og samþykktir stjórnsýslu bæjarins í heild og einstaka nefndir og ráð. Í öðru lagi að hafa eftirlit með starfsáætlunum og árangursmælingum fyrir stoðþjónustu bæjarins, svo sem fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og skrifstofu ráðhús. Í 3. lagi að hafa yfirumsjón með framkvæmd starfsmannastefnu bæjarstjórnar og í 4. lagi að efla áhrif íbúa á ákvarðanir sem varða umhverfi þeirra og þjónustu sem þeir njóta frá bæjarfélaginu. Og þessi starfsáætlun byggir eins og starfsáætlunir annarra nefnda fyrst og fremst á málefnasamningi núverandi bæjarstjórnar meirihluta. Í upphafi kjörtímabilsins var gerð áætlun hvernig stefnumálum flokkana á þessu sviði yrði komið til framkvæmda á kjörtímabilinu með því að tiltaka verkefni sem gætu orðið til þess að ná þeim markmiðum sem sett eru í meirihluta samkomulaginu. Starfsáætlunin felur engan veginn í sér öll markmið nefndarinnar og viðkomandi deilda, heldur tekur hún fyrst og fremst á átaksverkefnum. Hefðbundin verkefni eru ekki nefnd ef þau eru í föstum skorðum, hversu mikilvæg sem þau annars eru. Nú hafið síðasta heila árið á kjörtímabilinu og þegar hafa ýmis mál komist til framkvæmda en nokkurum ólokið. Við nánari skoðun markmiðanna hefur í örfáum tilvikum komið í ljós að þau voru ekki raunhæf, þannig að nefndin hefur ákveðið að leggja þau til hliðar. Af 27 verkefnum sem stjórnsýslunefnd ætlaði sér að vinna af á kjörtímabilinu 12 lokið, 9 í vinnslu, en 6 ekki hafin eða ákveðið hefur verið að hætta við þau. Og gert ráð fyrir að í lok ársins 2009 verði 19 verkefni lokið, 3 verði enn í vinnslu en hætt verði við 4 verkefni eða þeim ekki lokið. Í samstarfssamningi meirihlutaflokkana voru meginmarkmiði fyrir nefndina að stjórnsýsla bæjarins skuli vera skilvirk og hagkvæm og íbúa geti tekið þátt í stórum ákvörðunum. Í samstarfssamningunum voru þessi markmið brotin niður í deilimarkmið, en þar var efst á blaði að auka skyldi sjálfsforræði bæjarstofnana og deilda, meðal annars með því að þróa hugmyndir þjónustusamninga við stofnanir, en svipaði samningar höfðu verið til skoðunar á fyrra kjörtímabili. Slíkir þjónustusamningar hafa verið gerðir á milli bæjarstjórnar og forstöðumanna stofnana í mörgum sveitarfélögum í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og hér á landi hefur samband sveitarfélaga staðið fyrir námskeið þessa aðferðafræði. Hafnarfjörður hefur tekið þetta verklag á nokkru leyti upp og Borgarbyggð hefur verið að meta kosti þess og galla og hér á Akureyri höfum við tekið þátt í þessari skoðun einnig. Í sumum sveitarfélögum á Norðurlöndunum hefur verkefni verið útvistað til aðila utan bæjarkerfisins eins og hér hefur verið gert til dæmis með listasafnið, menntasmíði kvenna og rekstur tölvukerfa og sums staðar hafa bæjarstjórnir gert hliðstæða samninga við forstöðumenn eigin stofnana sem hafa þá fengið bæði aukna ábyrgð og aukið sjálfsforræði. En annars staðar hafi verið gerðir svonefndir árangurssamningar við forstöðumenn þar sem bæjaryfirvöld og forstöðumenn hafa sammælst afmörkuð markmið sem þeir hafa átt að ná en fjárhagslegt sjálfstæði þeirra verið óbreytt. Allar þessar leiðir hafa verið skoðaðar en í ljós hefur komið að ávinningur af öllum þessum leiðum umdeildur. Það til dæmis ljóst að ekki hægt að veita forstöðumönnum neitt svigrúm í launasetningu starfsmanna nema hætta skapist á brotum á jafnréttislögum þar sem Akureyrarbæjar einn vinnuveitandi sem hvorki getur né vill mismuna starfsmönnum sínum eftir því í hvaða stofnun þeir starfa. Og þar sem launakostnaður gjarnan og yfir 70% af rekstrarkostnaði stofnana og stór hluti af því sem eftir bundin í húsnæðiskostnaði og slíku, ljóst að svigrúm stjórnenda til að fara eigin leiðir í rekstri verulega takmarkað. Það hefur því orðið niðurstaða bæði embættismanna og nefndarinnar að leggja áform þjónustusamninga á hilluna sinn. Nú nefndin beitti sig fyrir þeim breytingum á fjárhagsáætlunarferlinu að næstu áramót verður stofnunum og deildum heimilt að flytja afgang á rekstrarramma yfir næsta ár. Þessi breyting getur orðið til þess að hvetja stjórnendur til að skipuleggja starfi til lengri tíma og ýta undir ábyrgari meðferð fjárhagsrammanna. Þannig hafa þeir ekki lengur ástæðu til að fullnýta fjárhagsramma ársins svo ber undir, heldur geta þeir frestað innkaupum eða framkvæmdum án þess að fjárveitingin glatist viðkomandi deild eða stofnun. Í samstarfssamningi flokkana var boðað að skoðað yrði hvort stjórnskipan bæjarins yrði skilvirkari.
ef sviðaskipanin eru lögð niður og beinni tengslum komið á milli framkvæmdastjórnar og deilda eða stofnana. Það var niðurstaða meirihlutans að slík breyting væri til bóta og myndi færa vald og ábyrgð til stjórnendadeilda og stofnana bæjarins. Sviðaskipulagið var afnumið haustið 2006. Nú komin nokkur reynsla á þennan flatari stjórnunarpíramíta og ég tel hyggilegt að síðar á þessu ári verði farið yfir þá reynslu og hún metin bæði af okkur bæjarfulltrúum sem og embættismönnum og almennum starfsmönnum. Viðleitni til valddreifingar hefur náð út fyrir bæjarkerfi því ýmislegt hefur verið gert til að auka áhrif bæjarbúa á stjórn bæjarins og einstakra stofnana. Starfshópur sem skipaður var seint á síðasta kjörtímabili til að gera tillögur íbúalýðræði skilaði niðurstöðum sínum vorið 2007. Í kjölfari samþykkti bæjarstjórn tillögur í 4 liðum aukið íbúalýðræði. Fyrsta tillagan fjallaði eflingu samráðsferla sem þegar voru í gangi, svo sem viðtalstíma bæjarfulltrúa, hverfisnefndir, hverfisráð og neytendaráð og auk þess skyldu haldnir hverfafundir og borgarafundir. Reynslan hefur orðið að viðtalstíma bæjarfulltrúa hafa verið kynntir mun betur en áður og nokkuð vel sóttir. Stjórnsýslunefnd fundar nú árlega með forvígismönnum hverfisnefnda og hverfisráðsins í Hrísey og í maílok á síðasta ári hélt nefndin slíkan fund með nefndunum þar sem meðal annars var fjallað tilverugrundvöll og starfsskilyrði nefndanna. Í kjölfarið var skipaður vinnuhópur bæjarfulltrúa og hverfisnefndanna sem skilaði þessum tillögum sem vorum að samþykkja hér fyrir stundu. Nú neytendaráð hafa verið stofnuð við Sundlaug Akureyrar, Amtsbókasafnið og Tónlistarskólann, auk þess sem aðstandafélag íbúa í Hlíð gegna sama hlutverki, það er að segja vera tengilögur milli notenda þjónustunnar og forstöðumanna stofnana sem þjónustuna veita. Nefndin hefur á starfsáætlun sinni að endurskoða starfsama slíkra neytendaráða þegar reynsla er komin á þau til að stuðla að aukinni valddreifingu í bæjarfélaginu. Viðleitni bæjaryfirvalda til að efla íbúalýðræði hefur birst í fleiri myndum á liðnum árum og áfram verið unnið á þeim brautum. Í apríl á síðasta ári var til dæmis haldið íbúaþingi Brekkuskóla þar sem fjallað væri 10 málstofum ýmsar hliðar á íbúalýðræði. Þar komu fram margar hugmyndir sem vísað var til meðferðar í nefndum og deildum. Í fyrrnefndri samþykkt bæjarstjórnar íbúalýðræði frá því í júní 2007 var nefndinni falið að móta tillögur að áætlun eflingu íbúalýðræðis á næsta kjörtímabili hjá Akureyrarbæ. Sú vinna hefur ekki hafist og því er það verkefni sem býður okkar að þessu ári að vinna. Og þess má geta í þessu samhengi að Samband sveitarfélaga er að vinna ásamt Gunnar Helga Kristinssyni að rannsókn og þróun íbúalýðræðis í sveitarfélagunum og þar er horft bæði á reynslunni hér innanlands sem og í nágrannalöndunum. Og niðurstöður Gunnars og þessa rannsókn verða kynntar á landsþingi Sambandsins 2010. Síðastliðið haust var skipað vinnuhópur til að gera tillögur þróun rafrænnar stjórnsýslu hér hjá bænum. Hópurinn á að skila tillögum sínu fyrir júnílok. Íslensk sveitarfélög eru langt á eftir mörgum evrópskum sveitarfélögum í rafrænni stjórnsýslu en mörg erlend sveitarfélög gefa nú íbúum tækifæri til að afgreiða sér sjálfur á netinu, sækja þjónustu, fylgjast með framvindu umsóknarinnar í bæjarkerfinu og því hvernig afgreiðslu hún fær. Þær eru nú áformum að gefa íbúum tækifæri til að hafa bein áhrif á ákvarðanir afmörkuð mál með rafrænni atkvæðagreiðslu. Á undanförnum árum hafa nokkur íslensk sveitarfélög þróað svonefndar íbúagáttir sem eins konar heimabankar á vefnum þar sem íbúar geta nálgast upplýsingar sveitarfélagið, sótt störf, leikskólapláss, byggingalóðir og komið skoðunum sínum á framfæri. Vísir að slíkri þjónustu hefur verið til á vef Akureyrarbæjar og þessa daginn er verið að ljúka innleiðingu af starfsmannavef þar sem starfsmenn bæjarins geta sótt upplýsingar úr SAP upplýsingakerfunum sem byrjað var að innleiða hér í byrjun árs 2006 og er núna nánast komið í fulla notkun. Á vefnum er líka hægt að sækja störf hjá bænum og nú geta allir starfsmenn nálgast launaseðla sín á netinu og innan tíðar verða launaseðlar á pappír aðeins sendir til þeirra sem óska sérstaklega eftir því að fá það á því formi. Svonefnt skólatorg er á vefnum og nota til að greiða fyrir samskiptum heimila og skóla. En það er töluvert mikið starf framundan að efla þessa rafrænu stjórnsýslu hér hjá bænum og það var liður í fyrrnefndum tillögum sem bæjarstjórn samþykkti á síðasta ári að undirbúa að koma á rafrænni samráðsleið. Á þessu kjörtímabili á að byrja með notkun samskiptatorga þar sem bæjarbúum gefst kostur á að segja skoðanir sínar áður en ákveðin mál koma til afgreiðslu. Við notkun á netinu sem samráðsleið þarf að tryggja aðgengi allra og athuga hvernig kynningu verður staðið á hverju máli sem settir í samráð á netinu.
Vegna erfiðra stöðu bæjarsjóðs sem þessa mundir má vera að seinka þurfi þessum áformum hríð þegar hér er að ræða tæknilega lausnir sem kosta talsverðar fjárhæðir. Í samstarfssamningi meirihlutaflokkanna segir svo í kaflanum fjármál og stjórnsýslu: Góðir starfsmenn eru auðir bæjarins og ánægja þeirra með starfsaðstæður sínar er forsenda góðra þjónustu. Lögð verður aukin áhersla á starfsmannamál með það fyrir augum að bæta starfsaðstæður og auka starfsánægju og hæfni starfsfólks. Nú í haust hefur vinnuhópur unnið að endurskoðun starfsmannastefnu bæjarstjórnar Akureyrar og á síðustu 2 fundum stjórnsýslunefndar hefur verið fjallað tillögur hópsins sem leggja áherslu á starfsánægju, hæfni og jafnræði og nokkuð góð sátt er að myndast þær áherslur og aðgerðir sem verða settar í þessari stefnu. Ekki eru veigamiklar efnislega breytingar að ræða frá fyrri stefnu, en meginmunurinn er sá að í nýju mannastefnu eru ekki aðeins sett fram markmið, heldur einnig skilgreindar aðgerðir til að ná þeim markmiðum sem stefnan felur í sér. Og slík aðgerðabinding ætti að geta orðið til þess að stuðla að framgangi hennar. Og meðal þess sem nýja mannastefna tekur á er ákvæði sveigjanlegan vinnutíma. Mikið hefur verið unnið til að auka möguleika starfsfólk til að hafa sveigjanlega vinnutíma, ekki síst með því að taka í notkun hugbúnað handa vaktavinnufólki. Þetta hugbúnaðarkerfi var fyrst innleitt á öldrunarheimilunum en áfram verður unnið að því að taka það upp á öðrum vinnustöðum þar sem það hentar. Fleira hefur verið gert til að efla starfsmenn í starfi, svo sem að auka framlög til símenntunar starfsmanna, einkum stjórnenda með það fyrir augum að efla stjórnendahópinn. Af hálfu starfsmannaþjónustunnar hafa verið skipulagðir starfsdagar stjórnenda og fjölmörg námskeið haldin með fyrirlesurum og leiðbeinendum úr hópi þeirra sjálfra, en einnig hafa ýmsir góðir leiðbeinendur verið fengnir annars staðar að. Á þessu ári verður megináhersla lögð á námskeið með heimafengnum leiðbeinendum til að draga úr kostnaði, án þess þó að draga mikið úr þeim metnaði sem að lagður hefur verið í eflingu stjórnendahópsins. Bæjarmálasamþykktin var endurskoðuð í stjórnsýslunefnd og var samþykkt hér í bæjarstjórn fyrir jól og á henni voru gerðar nokkrar breytingar varðandi ákvæði varamenn í nefndum, auk þess sem þar er nú ákvæði að bæjarfulltrúar geti lagt fram fyrirspurnir á bæjarstjórnarfundum. En fyrir samþykkt heimilaði reyndar slíkar fyrirspurnir, en nú er bæjarfulltrúum beinlínis bent á að fara þá leið frekar en að bera upp fyrirspurnir öldrunarmál eða skólamál í bæjarráði eins og viljað hefur brenna við. Nú er gert ráð fyrir að bæjarfulltrúar tilkynni fyrirspurnir sína með sama fyrirvara og þeir hafa þegar þeir vilja fá mál tekin fyrir í bæjarstjórn. Með því móti eiga hlutaðeigandi nefndarformenn og bæjarstjóra geta undirbúið svör við fyrirspurnunum. Hér hefur verið stiklað á stóru helstu verkefni á starfsáætlun nefndarinnar sem unnið hefur verið að og haldið verið áfram með á þessu ári og væntanlega á næstu árum. Meginmarkmiðin eru að auka skilvirkni og hagkvæmni í stjórnsýslu bæjarins og efla íbúalýðræði. Akureyrarbær hefur undanfarna 10 árum staðið fyrir gagngerum breytingum á stjórnsýslu sinni og skipulagi og ég tel að núna getum við staðið nokkuð ánægð og keik með fyrirkomulagi eftir langt og stundum strangt breytingaferli. Það kemur stundum á óvart hversu mismunandi stjórnsýsla er hjá sveitarfélögum hér á landi, bæði stórum og smáum. Víða hafa skapast hefðir og venjur sem erfitt er að rjúfa, en ég lít svo á að hér í bæ hafi verið tekið rösklega málum og sköpuð ný sýn á þessi verkefni með hagsmuni íbúanna og skilvirka þjónustu að leiðarljósi. En það er nauðsynlegt að halda umræðinu stjórnsýsluna vakandi og skoða skipulagið sífellt með gagnrýnum hætti. Því verkefni lýkur aldrei og við sem höfum valið að starfa fyrir þetta sveitarfélag þurfum stöðugt að vera endurmeta starf okkar og hugleiða hvernig við getum gert betur. Orðið laust 7. tölulið, starfsáætlun Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra yfirferðina á starfsáætlunni og stjórnsýslunefnd er í sjálfu sér að mörgu leyti heldur utan hjarta lýðræðisins í starfsemi bæjarins og þetta er umfangsmikið og næri yfir flesta stofnanir og deildir sem
bera ábyrgð á heildarrekstrinum og miða að því að gera stjórnun bæjarins skilvirkari og hagkvæmari og móta með sanngirni og heiðarleika stjórnsýslu bæjarins í heild. Við þurfum, það er endalaust sem á bæta á verkefnalista stjórnsýslunefndar og hvert ár sem líður koma ný verkefni. Til dæmis þyrftum við að setja á viðmiðunarreglur biðlaun bæjarstarfsmanna og bæjarstjóra og kannski væri gaman að athuga hvort ekki mætti árangursmæla starfsemi menntasmiðju kvenna, listasmiðjunar og slíkra fyrirtækja sem eru í umsjá bæjarins. Og ég vil nú fagna niðurstöðu embættismanna og stjórnsýslunefndar að leggja áform þjónustusamning á hillunni. Það sem ég tel nú að sé ekki rétti tíminn fyrir slíka samninga. Að öðru leyti er ég nokkuð ánægður með þessa starfsáætlun og ég held að hún sé til að móta framtíð Akureyrarbæjar með lýðræðislegri hætti. Takk. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka bæjarstjóra fyrir ágætt yfirferð störf stjórnsýslunefndar. Stjórnsýslunefnd var sett á laggirnar á sínum tíma til þess að fylgja eftir og sjá gríðarlegar stjórnkerfisbreytingar hjá Akureyrarbæ í raun og veru víðasta skilningi. Það var í raun og veru gerð breyting á okkar kerfi frá þrepunum þeim neðstu og allarleið upp, getum við sagt. Þetta var mjög flókið verk, kostaði miklar breytingar á bæði reglum og venjum. Það þurfti að móta þetta starf á alveg nýjan hátt og þar af leiðandi var það í raun og veru grunnurinn að þessari nefnd, stjórnsýslunefnd. Þetta var hennar verkefni lengi vel að halda utanum og fylgja eftir þessum miklu breytingum sem á bæjarkerfinu voru gerðar. Nú síðan hefur náttúrulega hægst á þessum breytingum eðlilega, þær eru yfirstaðnar og þeim eru fylgt eftir. Síðan, það koma reyndar með nýju meirihluta, nýjar áherslur og breytingar innan kerfis aftur sem eins og stendur náttúrulega hér í yfirferð bæjarstjóra, þá var það náttúrulega úr samstarfssamningi meirihlutaflokkana og stjórnsýslunefnd fylgdi þeim breytingum svo eftir því sem að við átti. Síðan hefur verið svona bætt á nefndina málum og málaflokkum sem kannski í upphaflegu skilgreiningunni voru ekki inn í hennar verksviði og eins og kom hér glöggt fram áðan voru tiltekin hér mörg verkefni sem að komin eru inn á borð þessara nefndar. Ég, svona við yfirlestur til dæmis á samþykktinum stjórnsýslunefnd, þegar ég var búinn að lesa þetta og farið við hvern lið af þessum fjórum sem bæjarstjóri las hér upp áðan, þá velti ég því hreinlega fyrir mér hvort að þörf sé fyrir stjórnsýslunefnd lengur. Og það er allt til að kryfja það mála aðeins til mergjar. Ég er bara að velta þess til umræðu, ég er ekki að slá þessu endalega föstu. Fyrsti liður með leyfi forseta í samþykktum stjórnsýslunefnd, þar segir að samræma reglur og samþykktur stjórnsýslu bæjarins í heild og einstaka nefndir og ráð. Þetta var auðvitað það sem að fyrir lá á sínu tíma, bara miklu víðari skilningi heldur þarna stendur, því við vorum að breyta öll okkar starfsmannakerfi meira og minna. Þannig að það var lá miklu meira undir. Þetta starf er á stórum hluta til frá, auðvitað alltaf eins og kemur fram hér í næstsíðustu
grein yfirferðarinnar eða réttar þess að síðustu, það er nauðsynlegt að halda umræðinu stjórnsýslunni vakandi og skoða skipulagið sífellt með gagnrýnum hætti með leyfi forseta. Þetta er auðvitað hárrétt, en ef við höldum áfram að taka þessa liði í númer 2 með leyfi forseta að hafa eftirlit með starfsáætlunum, árangursmælingum fyrir stoðþjónustu bæjarins og sem fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og skrifstofu Ráðhúss. Er nauðsynlegt að hafa þetta fyrir þessari nefnd? Er þetta ekki eitthvað sem bæjarráð getur tekið yfir og í raun og veru er með að stórum hluta á sinni könnu í dag? Þetta skarast þarna milli nefnda. Númer 3 að hafa yfirumsjón með framkvæmd starfsmannastefnu bæjarstjórnar. Ég velti þessu bara upp sem slíku. Og ástæðan auðvitað fyrst og fremst svo að þegar við endum til þessara nefndar á sínu tíma, eins og ég sagði þér upphæði máls míns, það lágu í raun og veru allt aðra forsendur fyrir. Við vorum að fara í svo mikla gagngera breytingu á okkar kerfi að það þótti bara eðlilegt að setja nefnd út úr bæjarstjórn til þess að fylgja eftir þeim viðamiklu breytingum og sjá til þess að hún gengi fyrir sig sem hraðast og sem best og hnökrarnir eru sem minnstir. Ég bara kann ekki að leggja á það mat hvort að það sé þörf fyrir nefndina hvað þetta varðar í dag. Hvort að bæjarráð geti ekki í raun og veru tekið yfir þetta og aðra nefndir samanber aðra þætti sem ég nefndi áðan. Ég held að sé alltilega að taka þá umræðu og velta því upp. Nú er ég alls ekki að gera lítið úr því starfi sem að þessi nefnd hefur skilað af sér. Alls ekki. En ég tek eftir því að miðað við upphaflegu forsendurnar þá þetta komið ýmislegt þarna inn sem að ekki var ofarlega á listanum sem verkefni á sínum tíma þegar nefndin var sett af stað. Ég vil í raun ítreka það að ég síður en svo að taka þessa málaflokka sem tilgreindir eru hérna, hvort sem það viðkemur starfsmannastefnu, íbúalýðræði öðru og gjaldfella það með einhverjum hætti. Ég einfaldlega að velta fyrir mér af því þetta nú tiltölulega ný nefnd. Nefndaskipan tekur breytingum, breyttist til dæmis mjög mikið við tilkomu þess meirihluta sem nú situr og sjálfur sér ekkert engin lög það hvernig þetta að vera til ákveðins tíma að taka þessu umræður hreinlega á fundin í stjórnsýslunefnd, hvort að nefndin sjái sjálfur sér einhverja framtíð eða hvort að aðra nefndir geti tekið þetta yfir. En ég þakka fyrir þessa yfirferð, hún prýðileg. Það tilgreint mörg ágætisatriði sem að nefndin hefur verið að vinna að. Finn ekkert af því, það ljóst. En velti þessu inn í umræðuna sem umræðu fletti. Bæjarstjóri tekur til máls. Já, ég tel að rétt að bregðast til þessa því að ég held að þetta sé svolítið mikilvægt að taka þessu umræðu og það var vel við að taka hana bara hér og nú. Af því að á þessu kjörtímabili þá var lagt af stað sem var arfur frá síðasta kjörtímabili að skoða þessa samningsgerð, skoða þessa þjónustusamninga. Og við ræddum þetta að með minnir í kringum síðustu kosninga hvort að þetta leggja þessa nefnd af. Og ef að bæjarfulltrúi Jóhannes man jafnvel og ég, þá var hér fyrir nokkrum árum fjárhagsáætlun stoðþjónustudeildar lagðar fram í bæjarráði. Það var síðan flutt með nýrri samþykktum stjórnsýslunefnd í þá nefnd til þess að svona létta aðeins verkefni bæjarráðs. Þannig við tókum alveg ákvörðun það þegar þessi nýja samþykkt var gerð þessa nefnd að flytja verkefni stoðþjónustudeildana jafnframt þarna yfir. En ég held að við ættum að ræða það hér hvort að það væri eðlilegt að leggja þessa nefnd niður af því að við teldum að verkefnum hennar bæjarráð gæti sinnt þeim verkefnum. Og mér finnst það vera alveg gild spurning að velta fyrir sér af því að hún var sett á leggjendina eins og kom fram í máli bæjarfulltrúans til þess að leiða í gegn viðamiklar og flóknar stjórnkerfisbreytingar sem að lokið og hefst svona skoðun okkar af því hvernig við höfum gengið þá götu. En ég sé sjálfur sér ekkert vandamál við það að flytja þessi verkefni til bæjarráðs. Það mun það bara auka vinnuna á þeim fundum en það ekkert að því. Þannig að hvort sem við gerum það á þessu ári eða frá og með næsta kjörtímabili þá held ég að það sé alveg
alveg ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort að það sé tímabært að fara að draga úr verkum þessar nefndar og leggja hana niður. Guðrún Stefánsdóttir, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, byrjaði að þakka bæjarstjóra fyrir flutning stefnuræðunnar. Varðandi hugmynd bæjarfulltrúa Jóhannesar, þá segi ég það að ég hef setið örfáa fundi í stjórnsýslunefnd sem varamaður og þar hefur yfirleitt verið nóg að gera, en það er bara ekkert það heilagt í okkar stjórnkerfi að það megi ekki skoða það og velta því upp hvort það sé þörf fyrir það, ekki á eitthvað að vera bara því að það hefur alltaf verið þar. Það er bara alveg eðlilegt að ef að verkefnin er ekki víða meira en það að þau geta auðvitað flust annað, þá sé það bara hið sjálfsagðasta mál að gera það. En það þarf bara að skoða það sérstaklega frá að hálfu þeirra sem sitja í bæjaráði, því að líklega munu flest verkefni flytjast þangað, að hvort að það sé svigrúm til þess að taka þessi verkefni þar yfir. En allt, já, mér finnst að sé alveg sama hvað það er innan okkar kerfis, þá er að gera að skoða, ekki síst núna á þessum tímum. Við höfum nú verið að skoða ofan í kjölinn í okkar nefndi, ég sitt félagsmálaráði og skólanemnd og fundið ýmislegt sem er svo nákvæmlega barnsins tíma að vel hefði mátt missa sín fyrr. En varðandi stefnuræðuna þá langar mig til að segja það að mér finnst verkefnastaðan hjá stjórnsýslunefndinni nokkuð góð. Þeir hefur gengið vel að koma verkum í framkvæmd sem fyrir lágu og ég vil bara hrósa nefndinni fyrir það hvað vel hefur gengið að vinna þessi verk sem voru inn í samstarfssamningnum. Já, væri dásamlegt ef þetta væri svona í öllum nefndum og líka það að þessa breyting á fjárhagsáætlunarferlinu sem munu taka gildi næstu áramót, þar sem að stofnanir og deildir geta flutt afgangarekstri yfir á næsta ár. Þetta er eitthvað sem búið í umræðinni í fjölda mörg ár og mér finnst þetta mikið réttlætismál. Það hefur náttúrulega verið mjög ósanngjarnt þegar deildir að stofna hafa skilað afgangi en ekki fengið að njóta þess. Þannig að það farið bara inn í heildarpúluna, afgangurinn, en þeir sem hafa farið fram úr yfirleitt verið bjargað fyrir horn. Svo að ég held að þetta sé mikil hvatning til stjórnenda og ég fagna því að þessu verði komið á næstu áramót. Í fjórða lið, þetta voru 4 liðir til að auka íbúalýðræðið og þar á meðal var viðtalstími bæjarfulltrúa sem hefur alltaf verið fyrir hendi, en það var ákveðið að kynna þá betur og það sem ég langar til að segja hér og ekki síst við bæjarbúa ef þeir hlusta á þennan fund eða horfa á þennan fund að mér er alltaf furða það hvað hefur verið lítil ásókn í þessa viðtalstíma því að þetta er greiðasta leiðin til þess að koma upplýsingum á framfæri og ná til bæjarfulltrúa og reyndar er þetta mismunandi, stundum koma margir, stundum kemur ekki neinn í viðtalstíma og ég held að bæjarbúar ætti að velta því fyrir sér að nýta þetta meira bara til þess að koma sínum skoðunum á framfæri, hvetja bæjarbúar til þess að nota þetta meira. Varðandi íbúalýðræðið, þá var haldið íbúaþing í Brekkuskóla í apríl síðastliðinn sem tókst alveg ákaflega vel, margir sóttu og það ekki svo ég viti hefur verið tekið ákvörðun annað svona íbúaþing en þetta er náttúrulega í vinnslu hvernig á að hafa þetta en ég hvet eindregið til þess að þessi íbúaþing verði haldið reglulega. Það voru 10 málstofur og allar mjög áhugaverðar og ég segi það, ég hefði helst vilja að vera öllum, það myndi kannski setja þetta líka öðruvísu upp en maður gat í rauninni ekki verið allstaðar en það var afar spennandi að vera þarna og fylgjast með og margt sem kom fram, margar hugmyndir frá bæjarbúum sem voru svo dreift inn í alla nefndir og deildir bæjarins og teknar til skoðunar þar. Varðandi rafræna stjórnsýslu, þá finnst mér það líka spennandi verkefni að koma því á laggirnar þó að eins og fram kom í máli bæjarstjóra munu kannski frestast eitthvað en ekki síst að bæjarbúum sé gefið kostur á að taka þátt í ákvarðanatöku með rafrænni atkvæðagreiðslu. Það væri nú alveg æskilegt ef það er hægt að koma þessu í gagnið á einfaldan hátt að leyfa bæjarbúum að taka
oftar þátt eða kanna hug bæjarbúa til ýmissa stóra verkefna sem framundan eru. En auðvitað verðum við líka að hafa gamla lagið við lýði því að þessi rafræna stjórnsýsla og það að sækja upplýsingar og sækja störf og annað í gegnum netið hentar ekki öllum, svo að það er gott að hafa þetta bæði. En ég endurtek þetta allt, það má allt skoða allt og velta öllu upp og hvet ykkur bara til þess að velta þeim hugmyndum upp það hvert hlutverk stjórnsýslunefndar til framtíðar. Herma Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég vil eins og aðrir byrjaði að þakka bæjarstjóra sem jafnframt formaður stjórnsýslunefndar fyrir umfjöllun verkefni nefndarinnar, eða verkefnastöðuna skulum kalla það og framtíðina. Ég sit í nefndinni og þekki þar af leiðandi störfin sem slíkur og er að mörgu leyti ánægður með þá vinnu sem þar hefur átt sér stað. Það má kannski segja að stjórnsýslunefndina gildi að hún hefur svona tiltölulega afmörkuð og skýr verkefni sem að fyrir vikið hefur gengið nokkuð vel að keyra áfram og koma í farveg og það kom ágætlega fram í skýrslu formanns. Ég held að sé líka alveg ljóst að öll þessi verkefni skipta verulegu máli og það sem að nefndin er að sýsla við eða fást við og koma í framkvæmd eru allt mikilvæg mál fyrir bæinn og ég efast ekkert það að allir bæjarfulltrúar eru sammála það. Þegar hins vegar kemur að þessari spurningu sem hér var velt upp það hvort að nú var komin sá tími að við getum lagt niður sérstaka stjórnsýslunefnd og tekið þau mál sem að þar eru undir inn í aðra nefndir og þá líklega fyrst og næst bæjarráð. Þá er það auðvitað eitthvað sem að er eðlilegt að taka upp og ræða eins og við gerum reglulega og kannski sérstaklega þegar að eftir kosningar þar sem menn skipuleggja störf í nýju meirihluta að þá fara menn alltaf yfir þetta svið og veltaði fyrir sig hvort að sú skipan sem er á nefndastarfi sé sú sem að best passi við þær áherslur sem að viðkomandi meirihluti hyggst leggja. Þannig að öllu jöfnu þá er nú kannski eðlilegt að gera þetta á þeim tímamótum en í sjálfu sér þegar menn síðan finna það kannski að eitthvað tiltekið starf er komið á það stig að það má fela það öðrum og þá er sjálfsagt að gera það líka á öðrum tímamótum að mínu viti og þannig tekið bara undir það sem hér hefur komið fram að það er bæði sjálfsagt og eðlilegt að við veltum þessu öðru hvoru fyrir okkur og setjum þá þau mál í annan farveg sem að komast fyrir í þeim farvegi, ef svo má segja. Nú vitum við sem að sitjum í bæjarráði að þar er í sjálfu sér kannski ekkert sérstaklega mikið rými eða pláss fyrir viðbótarmál. Við höfum þar nóg að sýsla öllu jöfnu. Þannig að þannig séð er ekki hægt að segja að við varum að fylla neitt tómarúm með því að taka stjórnsýslunefndarverkefnin yfir en auðvitað getum við komið yfir þetta ef við ætlum okkur það með því að lengja okkar fundartíma og okkar vinnu. En ég vil nú bara, ég er í rauninni bara einfaldlega að segja þetta er umræðunar virði, þetta er skoðunarinnar virði en ég hefði haldið að á þessu stigi málsins, við erum jú að langt komið með þriðja ár þessa kjörtímabils, að það var nú eðlilegt að ljúka því með þeirri skipan sem við nú höfum og taka málið síðan upp og fara yfir það þegar að sá meiri hluti sem tekur við kemur að þessu borðið að nýju. Það er allavega alveg ljóst ef að litið er yfir skýrsluna og málin sem þar voru tíunduð að þau eru hvert og eitt mjög mikilvæg og það skiptir miklu máli að þau nái vel fram að ganga. Við höfum verið að vinna að þessum breytingum á stjórnkerfi sem að auðvitað þungin af þeim fór kannski fram áður en þessi meirihluti tók við. Hann hélt hins vegar því starfi áfram með sínum hætti og okkar verkefni hefur verið það að reyna að tryggja áfram þessa áherslu á dreifstýringu sem ég vil kalla sem að hefur verið í gangi innan stjórnkerfisins og ég tel að okkur hafi tekist þar nokkuð vel upp og það eru sjálfsagt deildar meiningar það eins og allt annað en ég tel að við séum á réttri leið í þeim áherslum sem hefur verið þar. Og eins og hér hefur komið fram þetta verkefni bara það eitt að auka fjárhagslega ábyrgð með því að gefa fólki kost á að færa
afgang af fjárhagsáætlun eða úthlutun milli ára er mikilvægt skref að mínu viti í þessum efnum. Umræða íbúa lýðræði hefur verið töluvert mikil og menn leggja það svolítið mismunandi skilning í það hugtak hvað verið að segja og hvert erum við að fara og stundum erum við gagnrýnd fyrir það að við stöndum okkur ekki nægilega vel, við hlustum ekki nægilega mikið á það sem íbúarnir hafa að segja, við tökum ekki tillit til þeirra sjónarmiða. Sjálfur hef ég tekið þátt í að gagnrýna Bæjarvild fyrir þetta sama og svo fæ ég á mig þessa gagnrýni sjálfur sem meirihlutamaður. Og þetta auðvitað þannig að við megum ekki í þessari umræðu, þá verðum við að ræða það við okkar á milli og við íbúana hvað við eigum við með þessu hugtaki. Hvað þýðir það þegar við tölum íbúalýðræði? Hvað þýðir það í kerfi þar sem að á 4 ára fresti eru kosnir 11 fulltrúar til þess að taka ákvarðanir fyrir hönd bæjarbúa helstu mál? Það þýðir í mínum huga fyrst og fremst það að við erum að reyna að skapa góðar leiðir til samráðs við íbúana. Skapa leiðir sem að gera okkur kleift að svona heyra raddir þeirra betur en við kannski gerðum ella. Það íbúa lýðræðisverkefni fyrst og fremst í mínum huga. Auðvitað getum við síðan tekið ákvarðanir umfram þetta. Ákvarðanir það að segja við ætlum að ganga lengra, við ætlum að fela íbúanum að taka ákvarðanir í ákveðnum málum eins og dæmi í sveitarfélögum. Það höfum við hins vegar ekki gert hér. Við höfum valið að halda okkur við þennan skilning á íbúalýðræðinu. Hann felst í því að við búum til þessar leiðir og skilgreinum þær og reynum að sjá til þess að leiðin frá íbúanum til fulltrúana sé sem greiðust og auðveldust og styst. Verkefni sem við verið að fást við á þessu kjörtímabili hafa gengið út á þetta. Hverfisnefndaverkefni gengur út á þetta. Viðtalstímar bæjarfulltrúa og það að reyna að lyfta þeim tímum og auka aðsókn að þeim og auglýsa þá sérstaklega gengur út á þetta líka. En þetta þýðir það hins vegar ekki að við séum þar með að afsala okkur því verkefni sem okkur að fengja í hendur, sem að taka við upplýsingunum, meta þær, taka afstöðu til þeirra sem bæjarstjórn og afgreiða. Það okkar verkefni og íbúarnir verða átt að sjá þessu. Þetta okkar hlutverk. Að sjálfsögðu hlustum við en við erum ekki endilega alltaf sammála. Og við tökum tillit til allra þeirra sjónarmiða sem að uppi eru, vegum þau og metum og komumst síðan að niðurstöðu. Og mér finnst að kannski eitt af þessum verkefnum stjórnsýslunefndar hefði kannski átt að vera það að taka þessa samræðu svona eins og mögulegt við fólki í bænum og reyna að skilgreina hvað viljum við fá út úr því sem við köllum íbúalýðræði. Við viljum fá góð tengsl, gott upplýsingarstreymi í báðar áttir. Þannig sé ég það allavega. Annað mikilvægt verkefni stjórnsýslunefndar náttúrulega þessi starfsmannastefnuvinna eða mannauðsstefnuvinna sem að þar hefur átt sér stað undir eða í svona skjóli nefndarinnar. Ég tel þetta mjög mikilvægt verkefni, þessi endurskoðun skiptir miklu máli. Það hlýtur að vera og við erum öll sammála það að það bara eitt af lykil viðfangsefnum okkar að Akureyrarbær sé góður og aðlaðandi vinnustaður. Hér vinni ánægt starfsfólk sem að reikið að því að vera starfsmenn bæjarins og tilgangurinn með mannauðsstefnunni auðvitað að skapa ákveðin grundvöll fyrir þessu. Og það gildir þetta eins og allt annað sem lýtur á stjórnsýslu að þetta náttúrulega mannanna verk hvernig við stillum þessu upp og öll okkar verk eru og verða að vera í sífelldri endurskoðun þó þannig að við setjum reglurnar og vinnum samkvæmt þeim og tökum það svo upp með reglulegum hætti og breytum þeim ef ástæða til. Sem sagt, af því að umræðan snýst svolítið það hvort að verkefnið sé ennþá það stórt að það eigi skilið sérstakra umfjöllun nefndar eða hvort að það eigi að vera utan, þá endurtekki bara það sem ég sagði í byrjun. Þetta stór og mikilvæg verkefni
Við gætum vissulega reynt að stilla þeim upp með öðrum hætti, en ég tel að við eigum ekki að gera það á þessum tímapunkti, heldur einfaldlega að gera þetta með svipum hætti eins og verið hefur, að við endurskoðum þessa skipan þegar við erum að endurskoða kannski það starf sem lagt er af stað með, þar að segja meirihluta sáttmála frá kjörtímabili til kjörtímabils. Takk fyrir. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar. Ég þakka Sigrúnu Björk bæjarstjóra fyrir góða yfirferð störf stjórnsýslunefndar. Og þetta afar áhugaverð umræða tilgang og tilvist stjórnsýslunefndar. Ég nú eiginlega alveg samferð að það veitti nú ekkert af að hafa hana við störf hér á þessu kjörtímabili. Miðað við allar þessar breytingar þegar sviðstjórnir voru teknir og þegar ráðum við bæjarritari og ekki síst líka þegar var ljóst að eru 3 bæjarstjórar, eilífur þvælingur með bæjarstjórastólinn. Og ég ætla að vona á næsta kjörtímabili þá verður nú bara bæjarstjórinn sá sami allan tíman ef hægt verður. Ég held að sé ólíkt meiri stöðuleiki yfir því. En ég held að það þurfa að fara yfir þessar hvernig árangurinn var og það sé nauðsynlegt að gera það, hvernig þetta kom nú út allt saman. Það verður áhugavert að skoða hvernig til dæmis hefur tekist til á fjölskyldudeild og hjá félagsmálaráði og þegar verður farið að hlýða þeim yfir þar deildastjórum og formanni félagsmálaráðs hvernig þeir hafi bætt á sig störfum sviðsstjórans. Nú það líka það að það má og hvernig menntasmiðinu hefur nú reitt af, það verður nú fróðlegt að skoða það líka og menntasmið unga fólksins. Mér finnst það alveg fullkomlega skiljanlegt að stjórnsýslunefnd þurfi ekkert alltaf að vera við lýði og það sé hægt að hafa hana, hún fer ekki að fara yfir lögreglusamþykktir og bæjarmálasamþykktir, það þarf ekki að gera það auðvitað 4. hvert ár eða því sem næst. Mér finnst líka mjög eðlilegt að við skipum þá vinnuhópa. Ef að þetta fer undir bæjarráð og það verði þá vinnuhópar skipaðir til þess að fara í einstaka mál og til að fylgjast með hvernig við gætum aðlagaðið og þróað skiprit. Nú, það sem spennandi að fara í, það að fara í þessar úttektir. Ég held að það sé ekki rétt að leggja nefndina niður bara núna svona, eða að hún haldi áfram þetta kjörtímabil og það verður ný bæjarstjórn sem leiðir það til lykta hvernig þessu verður fyrir komið. En mér finnst til dæmis afar spennandi að horfa á þetta með íbúalýðræðið og við eigum það eftir til dæmis hvernig við meðhöndlum undirskriftir, áskoranir og undirskriftir. Og við erum búin að taka einn fund svona að hluta undir þetta, við fengum skýrslu utan úr háskóla íbúalýðræði og það hvernig við getum kannski með rafrænum hætti eða hvernig við á skilvirkan hátt meðhöndlum viðhorf bæjarbúa, þetta vandmeðfarið og við þurfum að finna einhvern flöt á því hvernig við skoðum það. Nú við skulum svo undir lokinn, það nóg að gera það, ég vil næsta vetur að skoða hvort við getum þróað reglur sem væru viðmiðunarreglur biðlaun og þá ligg ég ekki á þeirri skoðun minna, mér finnst bara akkúrat að bæjarstjóri sem fer óskar eftir því að fara burt í upphafi kjörtímabils að hann hafi bara ekkert með biðlaun að gera. Ef hann hrakinn frá störfum þá það allt annað mál. Og ég vil bara við skoðum hvort við höfum ég vil bara skoða viðmiðunarreglur sem eru notaðar annars staðar og í hvaða ljósi þetta gert. Nú það líka það að ég held að við komum með því að hafa vinnuhópa í tiltekin mál. Ef að bæjarráð bara tekur að sér þetta stjórnsýslusvið, þá held ég að fáist að sömuleyti víðara sjónarhorn. Ekki það að mér hefur fallið mjög vel að vinna í stjórnsýslunefnd og mér finnst við hafa gert alveg heilmikið gagn og ég held að við eigum sem sé eftir að funda þó eftir þörfum og eins og við höfum alltaf gert en þeim gæti stórlega fækkað ef við höfum ekki eins bundna verkefnaskrá eins og við höfðum í upphafi. Og það til dæmis settum við nú á fót nafngiftanefnd sérnöfn. Það getur verið, sem sé þetta eru hinn alvarlegustu mál, þetta frá því að lesa lögreglusamþykktir og náttúrulega, öll mál eru merkileg, hvort sem það hundaskít eða hvað sem þá kemur þetta nú allt saman fyrir. En við
getum sagt sem svo að það þarf að standa verulega vel vörðum þessi verkefni og þeim auðvitað bæjarráðið fyllilega treystandi til þess, en ég held að sé nú best að skoða líka á árið 2010, ég veit ekki alveg hvenar á árinu verða kynntar þessar íbúa, eða Gunnar Helgi ætlar að kynna þessa skýrslu sína, en það verður auðvitað, þarf að taka hana upp og aðlaga hana þá að því sem að hentar. En ég að öðru leyti bara afar sátt við verkefni í stjórnsýslunefnd og býst við að við getum gert þó nokkuð gagn með því að halda einhverja fundi til viðbótar. Takk fyrir. Elín Margrét Hallgrímsdóttir tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég held að þetta sé bara ákaflega þörf og góð umræða og þetta bara mjög fínt yfirlit sem við fengum hér hjá bæjarstjóra og ég sé ekki annað en að þessi nefnd hafi bara gert heilmikið gagn og séð þörf og að mínum að þetta bara mikilvægt að skoða þetta alla verkaskiptingu á 4 ára fresti þegar við í lok og upphafs kjörtímabila kannski að gera að fá reynslu á þetta og kannski ekki nógu skilvirkt að vera annað til og breyta á miðju kjörtímabili. Það var alltaf komið reynsla á það stuttum tíma þannig að það þarf að gera mat, kosti og gallar, hver skilvirkni, kostnaður og svo framvegis á öllum okkar skipulagi í nefndum. Þannig að þetta eru vissulega eins og fram hefur komið mjög mikilvæg mál og ég fagna því sérstaklega að deildum og stofnunum verði heimilt að flytja rekstrarafgang milli ára. Ég tel að það sé mjög til bóta og verði hvatning fyrir þá sem eru fyrir stjórnendur að gera vel og þar að leiðandi geta þeir til safna fyrir einhverju sem þeir hafa mikinn áhuga á, fært þá milli ára. Nú síðan finnst mér líka þessi neytendaráð sem hafa verið stofnuð, mér finnst það mjög áhugavert og verður gaman að fylgjast með því hvort að það verði ekki til mikilla bóta. Og rafræna stjórnsýslan finnst mér líka eitthvað sem við þurfum að halda áfram með því að það eitthvað sem auðvitað mikilvægt sparar tíma hjá fólki og þurfi ekki að fara á einhvern ákveðin stað, heldur geti bara á netinu sótt ýmiss konar þjónustu hjá bæjarfélaginu. Þannig að það eitthvað sem er líka hið besta mál. Nú íbúalýðræðið auðvitað eitthvað sem við erum svona feta okkur áfram í og mismunandi skilgreiningar á og skilningur eðlilega, en vissulega alltaf ábyrgðin okkar, kjörinna fulltrúa, við getum ekki aldrei fría okkur henni, en það held ég við viljum það ekki neitt. Og ég bara tek undir það sem stendur hér í lok þessara skýrslu með leyfi forseta. Það nauðsynlegt að halda umræðinu stjórnsýsluna vakandi og skoða skipulagi sífellt með gagnrýnum hætti. Takk fyrir. Oddur Helgi Halldórsson tekur til máls. Forseti, góðu bæjarfulltrúar, já, þetta fín yfirferð yfir stjórnsýslunefnd. Það nokkur atriði sem ég ætla að gera, ekki mörg, sem ég ætla að gera umtalsefni. Það fyrst þessi setning að stjórnsýslunefnd beitti fyrir breytingu á fjárhagsáætlunarferli að færa megi afgang yfir á næsta ár. Þetta nú hlutur sem við erum búin að reyna að stefna að frá því að ramma fjárlögin ef við köllum þessu svo voru sett á sín tíma. Þannig að ég bara vissi ekki hvernig ég las þetta þarna. Þetta hefði allt í einu komið frá stjórnsýslunefnd þessi sníða hugmynd. En ég vona það svo líka í framhaldi að verði einhver afgangur einhverjum deild núna til þess að færa yfir. Það önnur saga. Þetta auðvitað hluti að þessu rammaskipulagi að gera svona og við minnum við höfum annars lagi ætlað að gera þetta og reyna að gera þetta og búið til annars reglur sem kannski hefur stoppað og ýmsum ekki tekið. Kannski tekst það núna og vonandi verða einhverja deildir með fjármagn afgangs eftir árið.
Ég hef nú oft sett út á íbúalýðræði hjá meirihlutaflokkunum eins og þið vitið og fundist það svona sunnudagsumræða. En ég ætla ekki endilega að fara neitt mikið í það. En eins og þessi setning hérna neytendaráðin stjórnsýslunefnd hefur á starfsáætlun sinni endurskoðað starfsramma slíkra neytendaráða þegar reynsla er komin á þau til að stuðla aukinni valddreifingu í bæjarfélaginu. Ég vil bara segja að ég skil ekki setningu. Ég held að sé engin ætlar til þess að og ætlar að fara að dreifa valdunni yfir í þessi neytendaráð. Við erum til þess kjörin að bera þetta vald og veit ekki eins hvort við megum afsala því og þá spyr ég bara hvaða vald? En það væri allt í lagi að dreifa því ef að væri einlegar ásetningur á bak við þetta. Auðvitað má segja það að íbúalýðræði birtist í ýmsum myndum og mér finnst stundum svona flaggaði full mikið svona á þess að hugur fylgi máli nema þegar að íbúalýðræðið fer saman við okkar eigin skoðanir. Auðvitað má segja það að íbúalýðræðið nái fram að ganga eins og til dæmis núna í landsmálunum þegar að tvær skoðanakannanir röð sýna Framsóknarflokkinn hærri en Samfylkinguna, þá fer hún á taugum og slítur stjórnarsamstarfinu og hleypur undir vængi hjá Vinstri grænum. Auðvitað var þetta íbúalýðræði. Það kannski eftir að vera meira svoleiðis. Varðandi starfsmannastefnuna þá er ekkert nema gott það að segja að við hugsum vel starfsfólki og það er okkur hæsti og mesti fjársjóður eins og ég oft sagt. Besta leiðin til þess að gera starfsfólki ánægt er að hækka launin. Jæja, stendur á aftursta blaðsíðunni stendur að bæjarmálasamþykkt hafi verið breytt með fyrirspurnir bæjarfulltrúa á bæjarstjórnarfundum. Það sem fyrir samþykkt heimilaði þessar fyrirspurnir en þetta bæjarfulltrúa séu beinlínis hvattir til þess að koma með fyrirspurnir frekar inn í bæjarstjórn heldur en bæjarráð. Svo hægt sé að bregðast við bæjarstjórn. Ég er bara alveg sammála þessu, en ég er samt sem var ekkert sammála því að við ekki að koma með svona fyrirspurnin inn í bæjarráð líka, ef okkur finnst það. Og ég er líka sammála því og ég á sama meiði með það að við sem ætlum að koma með fyrirspurnir fyrirfram fyrirspurnin inn í bæjarráð eigum það sæti. Við eigum að vera duglegri að koma með fyrirspurninnar þá bara með nokkra daga fyrirvara áður en að það er á þriðjudagsmorgni sem að dagskráin er búin til og það hefur nú ekki verið neitt voða erfitt að fá mál innsett inn á dagskrána eða þá hreinlega ef við komum fyrirspurnir á fundinum að gefa þá færi til næsta fundar að það næsta til að svara þeim. Þannig að þetta er vísu til bóta en nema eins og ég segi, mér finnst allt í lagi að þetta sé líkinni bæjarráði. Það talaði neðar að það hefði sér búið að gera ýmislegt undan 10 ár í breytingum á stjórnskipuninni. Ég hef ekkert alltaf verið vissum að það hefði verið til góðs. Ég er ekkert alltaf vissum við höfum náð þeim markmiðum sem við ætluðum. Þetta byrjaði fyrir 10 árum með 11 eða 12 að þegar við fórum að hræra í þessu svolítið hressilega þá kerfi sem hafi verið við líði mjög lengi. Og mér er til efs til dæmis að mál og fyrirspurnir og leyfi alls konar gangi hraðar núna í gegnum til dæmis skipulagsdeild heldur en gekk árið 1997. Þó svo að við séum búin að gera allar þessar breytingar til þess að efla það. Þessi breyting sem gerð var á bæjarstjórnarfundum fyrir og fyrirkomið þeirra hefur mér alltaf fundist miður ágætt. Og vildi gjarnan eins og ég oft sagt taka upp gamla lagi aftur eða allavega blöndu af nýja og gamla fyrirkomulaginu þar sem við fjöllum meira það sem var að gera til nefndum og
sérstaklega núna þegar er sjónvarpa frá öllum fundum og fer á netið og svona, þá er þetta væri miklu betra fyrir almenna borgara að fylgjast með. Að lokum, varðandi stjórnsýslunefnd, þá finnst mér stundum gilda þar þessi setning sem að Jakob Björnsson bæjarstjóri fyrrverandi sagði oft, sko, því einfalt ef flókið gengur. Mér finnst bjúrókratíkin alveg rosaleg í stjórnsýslunefndinni og við fórum alveg ofboðslega, við segjum oft í alveg ofboðslega mörgum orðum það sem hægt er að segja fáum. Og ég er þeirrar skoðunar að það eigi bara að leggja hann niður og færa starfsvið hennar yfir í bæjarráð. Ég vissum að bæjarráð geti sinnt þessu með öðrum störfum, með aðra hendina bundum aftan við bak. Orðið laust. Þá tekur bæjarstjóri saman umræðuna og lýkur og svarar þeim athugasemdum og fyrirspurnum sem fram hafa komið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið afar fróðlegar umræður hér starfsáætlun stjórnsýslunefndar og ástæða til þess að þakka fyrir það. Og ég held að það væri ágætt ef að nefndin myndi ræða á sínu næsta fundi varðandi það að leggja sjálfa sig niður. Hvort að það er gert við lok kjörtímabilsins og hún svona látin lifa út þetta kjörtímabil og klára sín verkefni og taka upp nýtt fyrirkomulag á 2010. Og eins og ég gat í framsöguminni þá er alveg full ástæða til þess að fara yfir þetta 10-12 ára breytingaferli sem hefur staðið allt frá 98 á stjórnskipan bæjarins. Og við héldum fund sem að embættismenn sátu og að mig minnir að bæjarfulltrúi Oddur hafi setið sem svona andmælandi við þetta eða lýsti sínu skoðunum á breytingunum á sviðaskipulaginu. Ég held að þetta hefði verið vorið 2007 sennilega sem við gerum þetta á embættismannafundi. En ég held að sé að gera að víkka þessa umræðu og taka þá inn alla bæjarfulltrúa, viðkomandi embættismenn og almenna starfsmenn. Einn starfsmaður hér vann lokaverkefni sitt í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri þar sem hún var meðal annars að greina þessar breytingar og það var mjög margt athyglisvert sem þar kom fram í hennar ritgerðar smíð sem var einmitt fjallað á þessu þingi. Þannig að ég held að það sé að gera og ég held að það sé að gera líka því að okkur hætti svolítið til að gleyma hvernig hlutirnir voru gerðir. Ég held að það sé einmitt mjög athyglisvert að gera könnun á því hvernig málum var stillt upp og afgreitt hér 96-7 og síðan núna. Við sjáum það til dæmis að fundagerðir nefnda. Það er allt önnur mál sem að þær eru til umfjöllunar heldur var 96-7. Og það er nú alveg klassist hér úr þessu punkti að gagnrýna dagskrá bæjarstjórnarfunda. Meðal annars og eiginlega aðalega vegna þeirra gagnrýni var sett inn þetta ákvæðin í bæjarmálasamninginn þar sem bæjarfulltrúar var beinlínis hvattir til að senda inn fyrirspurnir til þess að örva umræðuna, taka hvaða mál sem er úr fundagerðum nefnda sem þið sýnist svo og telja eiga erindi hér í almenna umræðu og til þess þá að svara þessari gagnrýni á fyrirkomulagi hjá okkur. Þannig að enn og aftur ítreka ég það og hvet bæjarfulltrúa til þess að senda inn fyrirspurnir. Og sjálfs erum við ekki með þessari breytingu að hamla eitthvað umræðum í bæjarráði. Hins vegar verðum við oft þar fyrir því að viðkomandi embættismaður er ekki á svæðinu. Það þarf að afla þeirra upplýsinga, þeim er svarað á næsta fundi og það væri svona til hagsbóta held ég fyrir okkur öll að hafa eins betri skikk á þessu, senda fyrirspurninguna áður og ef við teljum þær eiga erindi inn í almenna umræðu og opinbera umræðu hér úr bæjarstjórnarsal að vísa það frekar hingað inn. Þannig að það er einfaldlega hægt bara að standa betur að málum og veita betri svör heldur en stundum er hægt að gera fyrir á næsta fundi.
Nú, hvað varðar neytendaráðin, þá var það verkefni sem var sett af stað á síðasta ári við Sundlaugina og Amtsbókasafni og núna síðast við Tónlistarskóla. Og það er alveg sjálfsagt að fjalla allt svona sem við setjum á laggirnar eftir ákveðin tíma. Neytendaráðin fjalla meðal annars opnunartíma, þjónustuframboð, sjálfsagt hita á heita pottinum eða guðma vita hvað. Og það sem við erum að gera er bara eftir sjónarmiðum notendana sjálfra. Og við eigum að gagnrýna allt eða líta á allt eftir ákveðin tíma og hugsa, er þetta að skila tilgangi sínum og þurfum við að gera þetta eitthvað öðruvísi. Það er líka heilmikið að gerast á Íslandi í rafrænni stjórnsýslu. Við sveitarstjórnarkosningarnar 2010 verða 2 sveitarfélög sem munu kjósa með rafrænum hætti í þeim kosningum og sennilega verða framtíðin eftir 4-8 ár sennilega, 4 eða 8 ára að við verðum jafnvel búin að taka upp rafrænar kosningar alfarið. Það mun það hjálpa okkur í það að kanna hug íbúana á tiltölulega einfaldan hátt. Ég heyri aðeins kurr í salnum varðandi rafrænar kosningar. Fólki finnst bara stemning að fara að kjörsta greinilega og vil kannski ógjarna sleppa við það. En allt er þetta breytingum undirorpið. Nú, kannski rétt að bara bregðast við þessari biðlaunaumræðu. Það er umræða sem við eigum það frekar að taka inn í bæjarráði. Það hefur verið í ráðningarsamningum bæjarstjóra ákveðin réttur biðlaun og við höfum virt hann og sett inn í þann ráðningarsamning og við höfum virt hann. Og hvað varðar fjölda bæjarstjóra tímabilinu þá skal að ítreka að það er gert í fullri sátt og samlyndi meðal meirihlutans. Og ég held að við eigum ekki að verða þess mjög mikið vör þó þessi skipt hér bæjarstjóra. Það er ákveðið meirihlutasamkomulag í gangi það að koma málum hér áfram og verkefni til framkvæmda og það samkomulag munum við virða. Og þetta ákveðið er eitt þar inni. Nú, hvað varðar aðrar ábendingar, þá held ég að þetta sé komið og ég óska nú eftir því að bæjarfulltrúi Oddur gerir grein fyrir því á næsta fundi stjórnsýslunefndar hvað hann meinar með að þar innan veggja sé búrókratið óstjórnlegt. Ég mun sjálfsagt ætlast til þess að bæjarfulltrúi gerir grein fyrir þessari skoðun sinni til þess að róa viðkomandi starfsmenn nefndarinnar sem að væntanlega hlýða þennan fund. Annars vil ég ítreka þakkir mínar til bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður. Þá er dagskrá tæmd og fundargerð verður undirrituð og staðfest hér að loknum fundi. Áður en ég slít fundi vil ég geta þess hér að á morgun er merkisdagur, 4. febrúar, og Heiða Karlsdóttir ritari bæjarstjórnar á þá merkisammæli. Það er sjálfur sér ekkert að upplýsa hversu gömul hún er rétt rúmlega 50. Ég vil að þessu tilefni fyrir hönd bæjarstjórnar óska Heiðu til hamingju með áfangann á morgun og flyt henni kærar þakkir fyrir frábært samstarf hér á þessum vettvangi. Fundið er slitið 18:12.